Þá tengjum við upp seinni rásina í 3A í fritzing. Förum hérna í File og New og náum í Arduino Uno. Smellum á þetta hérna tákn og drögum inn á. Við sjáum hérna, þetta svo á tekið aðeins fyrir neðan hérna. Og þá bara eftir að vita hvort að díóðnar snúa rétt. Ef ég tek hérna eina díóðu hérna sem tengist inn á inngang 2. Næ sem sagt í viðnám hérna og fyrir við í core og drögum þetta hérna inn á. Hvað færðu þetta ljós? Og ljósdíóðnar, það stendur hérna output. Ef ég smelli hérna á core þá kemur basic, svo kemur input, svo kemur output og svo kemur ljósdíóða hérna fyrir neðan. Red LED hérna. Hún kemur samt ekki út. Já, ok. Og ég smelli á rotate hérna niðri til þess að snúa íhlutunum. Hérna viðnámið sem ég var að snúa. Og það er spurning hvar við staðsetjum þetta, já hérna yfir skarðið, yfir skurðin hérna. Hvernig eiga viðnáminn að vera skilt? Hvernig við getum breytt stærð viðnámsins, þetta menn það? Hvað á það að vera? Þetta á að vera 220 ohm, ég held að það sé rétt. Já, ég held það. Nema þetta eigi að vera, þetta gæti við líka átt að vera 1200 ef það kemur fram einhvers staðar, ég minni það. Já, þið hérna sjáið með að breyta litunum, þá getið þið farið hérna að það stendur color og það þurfa að vera með bara díóðu valda og þið sjáðu hérna, ef við smeltum á core þá kemur basic, input og svo kemur output og í outputinu þá er það fyrsti hluturinn þar er ljósdíóða. Ef ég breyta litnum á þessu til þess að vera í grænt þá fer ég bara í color hérna, öruna til hægri og finn hérna eitthvað sem er grænt. Svona. Og svo er eitthvað sem er gult. Þá fer ég hérna yfir í yellow, svona. Þá bara einhvern veginn gult, það breytir ekki öllu. Svo að við erum með, það eru sem sagt 6 svona og svo 2 rauðar í viðbót hérna. Getum við tekið afrit af þessu, ekki, jú, koma hérna fleiri og svo 2 rauðar í viðbót. Getum tekið þessar 2, copy og svo paste, já það er lendaði fyrir miðju, aðeins sniðugt, ok, svona. Þá erum við komin með allar díóðnar. Ég ætlaði svona að skoða hvernig það eru pólaðar. Sjá, ef við setjum þetta hérna, svona. Setjum frá tvistinum til viðnámið, já, svona. Og Er ykkur sérstakur grænt sem við erum að velja? nei, við skulum bara taka einhvern. Ég ætla ekkert að stjórna því hvaða græna litið veljið. Það getur orðið hápólitískt. Haldið það ekki? Svona, og hérna, svo þurfum við að tengja alltaf mínusinn. Já, svo er mínusinn hérna ground tengt í línuna. Og
ætla bara að tengja þetta svona, breyta þessu í svartan lit hérna, wire color og red, hérna black segja, svona, og tengja svo hérna frá ground yfir í jörð og skoða hvernig díóðan er tengd. Ég byrjum við. Það að fara í vírinn, svona. Ok. Sjá hvernig þetta lítur út. Já, hún snýr reyndar rétt. Díóðan, katóðan tengir síðan í ground. Og ég er bara að hugsa að prófa hreinlega að gera eitt. Gæti ég, það er 2 díóð hérna, ok. Og, það er sannlega þá betra að tengja þetta hérna neðanverðu, allt saman. Setja hérna fyrir neðan. Svona. Kannski get ég einhvern veginn gert þetta svona bara hreinlega. Ef ég geti snúið þessari. Svona. Og reynt að fá bara allar díóðarnar hérna inn í þetta. Svona. Það verður svolítið kraðug með þessar merkingar og allt það. Þetta er nefnilega pinni 3, 4 og 5 og svo 10, 11, 12 og 13. Þá erum við með það hérna 3, 4 og 5 og svo 10, 11, 12 og 13. Þarna tengjum við í þess. Ok. Já. Það er sjálfur sér kannski einfaldara bara fyrst að taka allar díóðurnar fram á breadboard og tengja það svo möguleiki að við getum fjölgað þeim að við tökum þá bara viðnámið sem að ég afritaði hérna og rýmdi inn á þetta hér og þannig að við getum sýnt sko skematíska mynd hvort sem að hún breytist svo aftur fyrir breadboard þá er hún aftur á móti mjög skrítin sko þannig að í rauninni þurfum við að teikna 2 myndir sem sagt já, það er alltaf læg ég hérna tek alveg við henni góðri og gildri þannig að hérna það sem maður setur upp sem sagt og ef maður færir þetta þá getur maður þess vegna líklega fært þetta til hér líka alveg eins og tengt díóðana en ég er náttúrulega þá ekki með réttan lit í þessu sko reyndar þannig að það er kannski gallinn á því ég gáði líka ekki að því sem sagt hvaða lit ég tók hérna það stendur líka hérna red sko að ég gerði þau mistök þannig að ég ætti að setja næst grænu þannig að það er alveg hægt að gera það með því að aftengja hérna og laga þetta til Þú varst í rauninni bara að endurraða þessu núna? Já, það er í rauninni bara að endurraða þessu Þetta er frekar kjánaðilegt forrit með hvernig þetta gefur þetta upp í tengingunni Þannig að það er bara beint í schematic Já Frá breadboard, það fer allt til fjárn Sko,
Já, græna átt að koma hérna næst. Já, býtu, ég er náttúrulega ekki búinn að tengja hana. Ég þarf að hafa hana aðeins hérna fyrir neðan til þess að ég ná að tengja hana. En þetta er svona skástaða forriti sem við höfum til þess að geta útskýrt hvað við erum að gera og hvernig við tengjum inn á þetta. Þetta er mjög myndrænt og flott þannig sko, þá sé einhverjir smá gallar á því. Sko að sjá hvað gerist hér. Skildi ég eftir staðarmerkingu, sjá. Já, hérna er þessi. Já. Þannig þarna er næstu. Okay. Það er sem sagt engin inngangur skilgreindur nákvæmlega, sem inngangur. Já, ok, ég ætla ekki að spyrja. Já. Og síðan hvaða pinnar eru skilgreindir sem útgangar, það eru pinnar 2 til 9 út frá Arduino Uno. Og það er gert svona að með það er pinni 1 til 6 sem sagt sem útgangur. Það er hérna já, finnum við það hérna pinn 1 til já, sko, málið er það að hérna, það er bara til þess að flytja á, það er svo margir útgangar og þeir eru í rauninni, þeir eru bara með númerið 2 til 9 þannig að allir eru einlega með sama númerið eða þetta nafn er bara notað í kóðanum sko. Þannig að þetta eru margir útgangar. Hvaða pinn er kallað lægstur, var það ekki 2? Lowest pin? Jú, lowest pin er 2, já. Og sem sagt útgangurinn er svo í rauninni skilgreindur sem sagt pin mode og bara til þess að skilgreina þá sem að verða sem útgangar þá er það this pin er skilgreind þá sem útgangur og þeir eru í rauninni bara með númerið 2 til 9.